Ef ég seinni hluta þessarar samkomu, takk fyrir að koma aftur úr hliðinu. Nú ætlar að taka til máls Sölvi Sveinsson. Sölvi las sagnfræði Háskóla Íslands, lauk þar kant.mag.prófi fyrir löngu síðan. Hann á að baki langan feril sem kennari og skólameistari á ýmsum skólastigum. Hann hefur kennt í Hagaskóla og Laugalækjarskóla og stjórnað Fjölbrautaskólanum í Ármúla og Verslunarskólanum og stjórnað núna Landakotsskóla. Sölvi hefur skrifað ýmsar greinar, bækur og þar á meðal Guðina okkar gömlu, íslenska málsögu, sögu orðanna, íslensk orðtök og íslenska málshætti. Sölvi vinna núna að bókum íslenska skólakerfið og hann hefur sagt opinberlega að honum finnist nú sérkennilegt að á sama tíma og grunnskólanemendum hafi fjölgað 3%, hafi kennurum fjölgað 40% og starfsmönnum skóla 60%, án þess að þess beri mjög augljós merki í árangri skólana. Þú leiðréttir mig ef að hér rangt með farið, en ég gef þér orðið, Sölvi. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Þarf ég að vera með þetta á höfðinu eða heyriði? Þið heyriði í mér eða ekki? Þetta er spurningum upptöku. Já, ég byrjaði að kenna fyrir mjög sérstakar aðstæður. Ég ætlaði að verða blaðamaður. Þess vegna fór ég í íslensku og sagnfræði í háskólanum. Svo var maður blankur. Og þá fór ég upp í Hagaskóla, þar sem Björn Jónsson var þá skólastjóri. Og það var bara 2 dögum áður en kennsla hófst. Og ég tjáði honum þessa löngu mín að mig langaði til að kenna. Nei, sagði Björn, það er búið að ráða í alla stöður og ég heyrði að mátti ekki til að tala við mig. Og þá sagði ég með mínum norðlenska framburði sem ég hefði þá ennþá, það var slæmt en þakkaði samt fyrir. Ertu á norðan? Ég sagði þá, Björn, já, ég er skaffyrðingur, sagði ég. Ertu skaffyrðingur? Og þar með losnuðu 12 tímar. En ég ætla að tala við ykkur rekstrar umhverfi sjálfstæðra skóla og lagaramminn er nokkuð skýr. Lögum skólakerfið okkar, þau gera ráð fyrir því að öðrum aðilum en ríki og sveitarfélögum sé heimilt að reka skóla. Og svigrúmi til þess er býsna breytt, en til þess að fá viðurkenningu og þar með samningsrétt, þá þurfa þeir sem vilja stofna slíkan skóla að vera með ansi margt á hreinu. Svo sem skipulag, tiltekin félagsamtök eða hlutafélag og svo framvegis. Þið kannistu þetta. Þetta er ótal atriði. Og ég kem að því aðeins á eftir hvernig þetta hefur tekist til. En sveitarfélög, þau hafa forræði fyrir rekstri leik- og grunnskóla og tónlistarmenntunar í landinu, en ríki fyrir framhalds- og háskólum. Og það sem meira er að ríkið, það sér öllum skólastigum fyrir námskrá, nema háskólum. Þegar háskólar fara að semja rekstur sinn, þá eru þeir með tiltekin námsframboð, þeir fara í viðræði við ráðuneytið og niðurstaðan verður tiltekin og þá fá háskólar, hvort sem eru einkareknir eða opinberlega, að fá þeir hliðstætt framlag til sambærilegrar menntunar. Og nú er talað eins og þið vitið, að færa framhaldsskólan til sveitarfélagana. Garðabær hefur ákveðnar hugmyndir þetta og borgin var með sínum tíma með hugmyndir að taka sér rekstur Fjölbrautaskólans í Breiðholti og þetta held ég að verði innan tíðar. Þó ekki væri vegna annars en þess að framhaldsskólarnir okkar er alveg ótrúlega íhaldsamir og bjóða ekki nám sem hentar þeim fjölda sem inn í þá er tekin. Sjálfstæðir leikskólar, þeir gera líka samning við
sveitarfélögin og fá tilteknar einingar og þegar upp staðið, segir Áslaug, Hjallastefnu kona mér, að þá fáiðu hliðstæð framlög og opinberu leikskólanir. En það ekkert, ég gerði nú þjónustusamning bæði fyrir opinberan skóla og einkarekinn skóla, Ármúlaskóla og Versló, og það svo sem ekki tekið út með sældinni, en formið á því gott. Menn gera samning til 3 ára í senn og hann endurnýjaður árlega. Og það eru 2 fundir það að á haustfundi þá koma stjórnendur skólana með óskir breytingar, lagfæringar eða eitthvað og ráðuneytið síðan búin að taka afstöðu til óskana þegar menn hittast aftur í febrúar og ef menn vera sammála eitthvað í þeim efnum, þá gæti það farið inn í fjárlög næsta árs. Þannig þetta gott samræðuferli og einkaskólarnir, þeir fá hliðstæð framlög og opinberu skólarnir út á sambærilegt nám. Það kemur svo hins vegar fleira til í þeim efnum. Skólar eru mjög stórir, hagkvæmni stærðarinnar ríki hér í Reykjavík, en til dæmis að taka þá stúdent, við skulum segja af viðskiptabraut, hann minnst að kosti 50% dýrari austur á Neskaupstað heldur en í Versló. Þar kemur smæðin og þeir ráði hafa ekki þessi hagræði. Nú, annar hlutverk sem ríkið hefur gagnvart öllum skólastigum eftirlit. Ekki satt. Nú, framundan að grunnskólar geri þjónustusamningu sveitarfélög og það brennur nú á okkur, þessum sjálfstæðu skólum. Ég vil bara nefna þetta dæmi að samkvæmt lögum þá eiga sveitarfélög að greiða viðurkenndum grunnskóla af hálfu menntamálaráðuneytisins 75% af meðalframlagi sveitarfélaginu í landinu til grunnskóla. Við erum með á þessu. Nú eigum við að fara að gera þjónustusamning og hvernig eigum við þá að semja þegar við fáum bara 75% af því sem skólarnir kosta meðaltal í landinu, eigum við að skerða þjónustu okkar þannig eða halda áfram að innheimta þau skólagjöld sem við höfum heimild til þess að rukka inn. En sveitarfélagi getur krukkað eitthvað í ef texti lagana túlkaður bókstaflega. Og annað atriði sem snerti til dæmis minn skóla og Ísaksskóla og afalust fleiri sjálfstætt rekna skóla, það að lögur samkvæmt grunnskólinn 10 ár. Klippt og skorið 10 ár. Við erum með 5 ára bekk í Landakotsskóla sem við kennum eftir námskrá grunnskóla. Það verið að kenna þeim að lesa, reikna, þau eru að læra ensku og fransku og meira, myndlist og svo framvegis. Hvar kemur þessi aðilinn í þjónustusamningin? Þurfum við að semja bæði við leikskólasvið og grunnskólasvið borgarinnar til þess að ná samningi þessi atriði. Nú reynir á það og því að Kjartan hérna mættur og í menntaráði þá vona ég hann leysi farsæli úr þessu fyrir okkur. Og samlýsir þessu. Já. Nú, síðan þetta tónlistarskólar, myndlistarskólar og dansskólar eru sér á báti og því miður, þessi skólar hafa verið alltaf hollreka eins og listnám almennt í skólum þó að það sé allar rannsóknir sýna það að nemendur sem stunda list og verknám samhliða sínu almenna bóknámi þeir spjara sig betur. Allar, ég hafi lesið skýrslunarnar Ann Bamford sem kom hérna út í fyrra. Það kemur þetta meðal hans fram og í fleiri rannsóknum. Og sveitarfélögin bera ábyrgð á tónlistarskólanum og hér í Reykjavík þetta með ýmsu móti. Það tónlistarfélagið en kannski flaggskipið með tónlistarskólan. Það eru stóra sjálfseignarstofnanir eins og tónlistarskóli Sigursveins og síðan eru ótal pínulitlir tónlistarskólar með margvíslegu sniði og allir banka upp á hjá borginni. Og ég get tekið annað dæmi að myndlistarskólanum í Reykjavík sem með nám
fyrir grunnskólanemendur, fyrir framhaldsskólanemendur og núna á fyrsta ári háskólastigs. Þeir eru með þjónustusamning við ríkið það nám. Þeir voru meðstakosti með þjónustusamning við borgina og ég held að einhverju leyti þá og síðan eru þeir að selja námskeið á opinberum markaði. Og menn átta sig ekki á því að listnám er að stórum hluta til að verða hluta því skapandi námi sem leiðir til starfa. Og allir pólitíkusar sem ég man eftir síðan ég fór að skipta mér á skólamálum hafa talað nauðsyn þess að efla list og verknám, ekki satt. Og þeir halda allir að þetta rigni niður af himninum og það þurfi ekkert að koma til. En af því þetta er pínulítið dýrara heldur en bóknámið, þá lendir þetta í útideifu. Og til dæmis þessi skóli sem við erum stödd í núna, sem er stærsti tæknimenntaskóli á háskólastigi, hann verður illa fyrir barðin og niðurskurði vegna þessa. Og menn reikna alltaf þennan kostnað frá 0 og upp í 1,1 milljón sem listnámsnemandi kostar núna, í stað þess að reikna frá meðal kostnaði við bóknámsnemandan, það er viðbótin. Og þá skulum við sjáu þetta, mér finnst þessar tölur alveg afskaplega sláandi. Leikskólanemar í sjálfstæðum skólum eru 15%, í það bil, 50 skólum, eitthvað svoleiðis. Það eru 3 framhaldsskólar, sjálfstæðir, Verslunarskólinn og Tækniskólinn, Gamli Iðnskólinn og svo Menntaskóli Borgarfjarðar. Og þeir eru með 17% af nemendum framhaldsskólans. Sömuleiðis eru 3 háskólar, einkareknir, þessi, Listaskólinn og Bifröst. Þau eru með 23, en einkareknir grunnskólar eru með 2%. Og þetta finnst mér mjög háskaleg tala af því að í einkaskólanum kemur inn fjölbreytnin. Og ef við ætlum að þjóna, grunnskólinn á að þjóna öllum, það eru allir í grunnskóla, það er bæði skólaskylda og það er fræðsluskylda upp í 18 ára aldur. Og ef við aukum ekki fjölbreytni á þessu fyrir nemendur á þessu aldurspili, þá erum við í tómu tjóni. Við erum að henda, ég vil fullyrða svona 400-500 milljónum á ári í framhaldsskólan vegna þess að það hætta svo margir. Það eru 96% grunnskólanemenda sem innrita sig í framhaldsskóla. Framhaldsskólinn er allur bókmiðaður. Stærstu starfsmenntaskólarnir eru með bóknám í 50% af því sem þeir kenna. Og þetta er algjörlega galið. Nú höfum við fregnir að 25% af 15 ára drengjum lesa ekki sér til gagns eða góðs skilnings. Bak við þessa tölu eru 500 strákar. 490 eru að fara í framhaldsskóla. Og hvað verður þá þar? Tónlistarskólar eru, það er búið að semja það að sveitarfélögin taki að sér grunnstig í tónlistarmenntun en ríkið framhaldsmenntun. Það er ekki búið að flytja þetta frumvarpið ennþá þó það liggi tilbúið. Ég veit ekki hvað dvelur orminn langa. En þetta hefur valdið fullt af fjölskyldum miklum erfiðleikum og sjálfur þekki ég dæmi þess að fjölskylda sem bjó vestur á fjörðum og barnið fór í tónlistarskóla á Akureyri og hreppurinn fyrir vestan eða sveitarfélagi fyrir vestan neitaði að borga kostnaðinn af Akureyri fyrir framhaldsnám stúlkunar. Og hvað gerðu þau fyrir vestan? Þau fluttust til Akureyrar. Ég ætla nú ekki að fjölyrða mikið dansskóla. Þeir eru allir sjálfstætt reknir nema Listaskólinn sem var stofnaður upp úr Listaskóla Íslands fyrir nokkrum árum og það er sama sagan þar að framlög til þeirra eru mjög tilviljanakennd.
og rekstrargrundvöllur þeirra aldrei tryggður nema hálft til 1 ár í senn og það eru náttúrulega aðstæður sem ekki eru boðlegar. Hér vantar fleiri sjálfstæða grunnskólastigi til þess að auka fjölbreytni í námi og meiri fjölbreytni í grunnskólastiginu, hún þvingar framhaldsskólana til að taka sér tak. Nú voru sett ný lög öll skólastig 2008 í tíð Þorgerðar Katrínar. Það sem ég hef séð gerast í framhaldsskólanum, það er svo, skólakerfið er svo íhaldsamt. Kennarasamtökin eru svo íhaldsöm. Það má engu breyta. Og það sem hefur gerst í flestum skólum sem hafa tekið upp stóra parta af nýju námskráni, þeir hafa ekkert gert annað en umreikna gamla systemið inn í það nýja. Og kjarasamningar eru, held ég, og íhaldsemi er partur af því hvað fáir grunnskólar, fyrir þetta 75% framlag, eru sjálfstætt reknir. Mér finnst ekkert ganga upp að ein miðlæg samtök, kennarasambandið, gerir kjarasamning við önnur miðlæg samtök, hvort sem eru sveitarfélög eða ríki. Hvernig dettur mönnum í hug til dæmis að sami kjarasamningur geti gilt fyrir verkmenntaskóla Austurlands og menntaskólinn í Reykjavík og skólameistarar á hvorum stað fái 5% svigrum til að mæta mismuni á skólunum. Þetta er bara þvæla. Gengur ekkit upp. Og svo þessi heilaga tala, 40 mínútna kennslustund. Arfur úr gamla lærðaskólanum þegar kennarar sátu á trésstólum, gátu ekki setið nema 40 mínútur í einu og þá voru þeir þreyttir og þurfti að pissa og fá sér kaffisopa, búnir að hlýða 3 drengjum yfir. Og enn þá skal þetta vera svona. Í stórum starfsmenntaskólum þá eru verkstæðin lokuð frá því svona, það er verið að loka núna, af því menn eiga að fara í próf. Þeir eru búnir 7. 8. desember og svo byrjar aftur 10. janúar. Og í mínum gamla versló, þar sem er sjálfstætt kennarafélag sem er samningsaðilum kaup og kjör. Ég samdi við þetta kennarafélag fyrir 5 árum kjarasamning, en hverjir heldur hafi gert þann samning? Fyrir hönd þeirra, Ella Katrín Jónsdóttir. Sjálfstæði náði ekkert lengra en það að fulltrúar kennarasambands voru kallaði til. Og kennarasamtökin hafa neikvæða afstöðu til sjálfstætt rekinna skóla. Það er svoleiðis. Þekkið það ekki? Og út í samfélaginu er einhver tortryggni og einhver hefði látið sér af því að alltaf verið að segja að Svíjar séu komar og sósíalistar og það að komi allt jöfulegt í skólamálum. Hefur ekki heyrt það líka? Samt eru þeir og Danir, þessi típisku norrænu krattasamfélög, með miklu meiri sjálfstæða rekstur heldur en við í skólakerfinu. Ég vil ekki að segja mér.